Hósanna sinni Davíðs, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins. Þeir fögnuðu konungi sem þeir þekktu ekki og mistu af sínum vitjunartíma. Ef þú hefðir aðeins vitað af þessum degi hvað til friðar heyrir. Hann sá þetta allt fyrir, hróp sveltandi barna, musterið í ösku, borgina sem þeir kölluðu heilaga, mólaða niður stein fyrir stein. Jerúsalem, Jerúsalem, hversu oft vildi ég safna börnum þínum og þér vildu það ekki. Þeir þekktu ekki sinn vitjunartíma, ef aðeins þú hefðir vitað. Hinn gilti bjarmi sólalagsins baðaði Jerúsalem í næstum himneskum ljóma. Það var efni til fagnaðar. Á þröngum götunum ómuðu hósanahróp til sonar Davíðs. Pálmagreinar veifuðu í takt við fagnaðarlætin og loftið mettaðist af eftirvæntingu. Fólki var gripið í þeirri trú að þetta væri augnablikið sem það hefði lengi beðið eftir. Messías myndi taka hásæti sitt, steypa rómverskum kúgurum þeirra af stóli og endurreisa dýrð Ísraels. Í þessum gleðilega hópi satt Jesús auðmjúkur á asna, mynd hins spámanlega konungs sem Sakaría spáði fyrir Sjá, konungur þinn kemur til þín, réttlátur hann og sigursæll, lítilláttur og ríður asna. Samt var svipur hans ekki sigursæll. Það var ekki bros, engin viðurkenning á hrópunum sem hyltu hann sem konung. Þess í stað bar andlit hans svo djúpstæða sorg að hún snerti hjörtu þeirra sem næst honum stóðu. Þegar hann var kominn á toppi Olíufjallsins og Jerúsalem borg bar fyrir augum, þagði hann. Glæsilegi musterisins, marmaraveggir þess, glóandi af litbrigðum deyjandi sólar, stóðu sem vitnisburður aldalanga guðlega hylli. Hinnar virðulegu hallir og hæðir Síonar vitnuðu fegurð hennar, en þegar Jesús virti þessa sýn fyrir sér, var hjarta hans þungt og skyndilega öllum að óvörum brast hann í grát. Tárin sem streymdu niður andlit hans voru þó ekki fyrir hann sjálfan. Hann vissi allt og vel þá kvöl sem beið hans. Hann hafði séð skugga frá Getsemane og fundi fyrir þunga krossins. Hann hafði heyrt spottarana og háðglósurnar sem myndu hljóma þegar hann bar syndir heimsins. Hann vissi að líf hans yrði fórnað fyrir synd, en samt var ekkert af þessu uppspretta sorgar hans. Tár hans streymdu vegna borgarinnar fyrir framan hann, fyrir fólki sem hafði hafnað honum, frelsara þeirra og einu von. Lærisveinarnir stóðu ráðalausir, gleði þeirra hljónuð við að sjá sorg meistara síns. Þegar þeir litu á hann sáu þeir dýpt angistar hans. Þetta voru ekki þögul tár, heldur sár grátur brotins hjarta undir þunga guðlegs kærleika. Rödd hans skalf þegar hann talaði. Ef þú hefðir aðeins vitað af þessum degi, hvað til friðar heyrir, en nú það hulið sjónum þínum. Jesús sá ekki aðeins gleði augnabliksins, heldur einnig þá grimmu framtíð sem beið borgarinnar. Hann sá rómversku hersveitirnar umkryggja múra hennar, sátrið sem myndi hafa í för með sér ólýsanlega þjáningar. Hann sá fyrir sveltandi mæður, börnin grátandi eftir brauði og hið heilaga musteri, bústað Shakína dýrðar Guðs í brennandi logum. Því að þeir dagar munu koma yfir þig, varaði hann við, að óvinir þínir munu gjöra virki þig, setjast þig og þröngva þér á alla vegu. Þeir munu leggja þig á velli og börn þín sem í þér eru og ekki láta standa stein yfir steini í þér vegna þess að þú þekkir ekki þinn vitjunartíma. En það var ekki aðeins eyðilegging Jerúsalem sem fyllti hans slíkri sorg. Það var hinn andlega eyðilegging sem skar dýpst. Aldir hafði Guð veitt þessari útvöldu þjóð miskunn sína. Frá dögum Abrahams hafði borgin verið vettvangur guðlegra náðar og opinberunar. Spámenn höfðu gengið götur þess, prestar höfðu þjónað í musteri þess og blóð ótal lamba hafði bent á hina fullkomni fórn, lamb Guðs. Ímyndaðu þér barn að leika hættulega nálægt brún glymjandi foss. Rödd foreldris rís í ofboði og biður barnið að stíga tilbaka, hlýða viðvöruninni, sleppa við hættuna sem vofir yfir í fótsmáls fjarlægð. En barnið
týnt í spennu augnabliksins, heyrir aðeins hljóðið úr þjótandi vatninu og hunsar röddina sem leitast við að bjarga. Þetta var Jerúsalem, borg sem rödd Guðs nær ekki til, fólk sem blind fyrir vitjunardeginum. Jesús sá í Jerúsalem spegilmynd af mannshjarta, svo oft blind fyrir eigin þörf, svo ónæmt fyrir mildi, hvatningu anda Guðs. Tár hans voru ekki aðeins vegna borgarinnar, heldur alls mannkins. Hann sá harmleik lífs sem lætur leiðast af metnaði, nautnahyggju eða forhert af ótta. Hann sá sorg þeirra sem myndu loða við hið hverfula og hunsa hið eilífa. Hann var kominn til að bjóða frið, ekki hverfulan frið pólitískrar frelsunar, heldur hinn djúpstaða, sálar umbreytandi frið sem sættir mannkynni við Guð. Samt myndu þeir ekki öðlast það. Musterið sem eitt sem var tákn nærveru Guðs var orðið að þjófa bæli. Fólki sem boðaði hollustu sína við Guð hafnaði syni hans þegar hann stóð meðal þeirra. Hann kom til eigna sinnar en hans eigin menn tóku ekki við honum. Þegar mannfjöldin þrýstist í kringum hann án þess að gera sig grein fyrir dýpri sorg hans, satt Jesús kyrr og horfði á borgina sem hafði verið þungamiðja þjónustu hans og viðfang kærleika hans. Tár hans báru vitni þann djúpstæða harmleik að hafna guðlegri miskunn, harmleik sem myndi bergmála í gegnum aldirnar. Þar sem Jesús stóð þarna á Olíufjallinu brast hjarta hans vegna fólksins sem hann var kominn til að bjarga og hafði byrt djúpan kærleika Guðs. Tár hans töluðu frelsarar sem syrgir hverja sál sem snýr sér frá Guði, sem ber djúpan takmarkalausan kærleika himinsins. Jafnvel þegar hann sá fyrir komandi eyðileggingu dvínaði kærleikur hans ekki. Þetta voru tár Guðs sem þrátt fyrir höfnun þráir enn að safna börnum sínum undir vangi sér til að hlífa þeim, bjarga þeim. Þegar lærisveinar hans stóðu þöglir og horfðu á meistara sinn gráta, gátu þeir ekki enn skilið til full sorg hans. En í tárum hans sáu þeir dýpt guðlegra samúðar, kærleika svo djúpstæðan og óbilandi að hann bæri hann alla leið á krossin. Þar á þessum stað, með útsýni yfir Jerúsalem, virtust himinn og jörð staldra við og bera vitni broti hjarta frelsara sem grét, ekki vegna sjálfsíns, heldur heimsins sem hann bar svo mikinn kærleika til. Stígurinn sem hvíslaðist niður frá Olíufjallinu var orðinn rólegur og ómurinn af grát Jesú hékk enn í loftinu eins og dapur söngur. Tárafull augu hans horfði yfir Jerúsalem en hugsanir hans streymdu langt aftur í tíma til Móríalands, staðfullana merkingu og sögu fyrir fólkið hans. Fyrir löngu hafði annar faðir og sonur staðið við það fjall. Abraham þekktu fyrir mikla trú sína, leiddi áskæran son sinn Ísak upp grýttan veg. Hann bar bugandi þunga hlýðni við skipun sem hann varla skildi. Í annarri hendi hélt hann á hníf, á bakinu við til fórnar, en í hjarta sínu bar hann skipun Guðs. Tak þú einkason þinn sem þú elskar, hann Ísak, og farð þú til Móríalands og fórna honum þar á brennifórn. Á síðustu stundu, þegar Abraham lyfti hnífnum, var hann stöðvaður af rödd engils. Legg þú ekki hönd á sveininn. Í staðinn var hrúti fórna sem fangaður hafði verið í nærliggjandi runna. Sú stund breytti þessu fjalli í Móríalandi í tákn miskunn Guðs og loforði hinna fullkomnu fórn, ekki hrúts, heldur sonar Guðs sjálfs. Þegar Jesús stóð á Olíufjallinu hugsaði hann líklega þessa kraftmiklu sögu, vitandi að hún benti á verkefni sem hann var nú að sinna. Þessi sami staður þar sem trú Abrahams hafði verið prófuð var síðar keyptur af Davíð konungi til að vera þreskivöllur. Einnig hér hafði fórn forðað frá dómi og bjargað Jerúsalem frá glötun. Og nú í skugga hins mikla musteris sem reist var á efsta fjalli Móríalands stóð Jesús, Guðs lamb, tilbúið til að gefa lífsitt fyrir syndir heimsins. Hugsaðu fjallið í Móríalandi sem vita á stormasamri nótt. Stöðugur ljósgeisli hans hefur leitt ótal sjómenn í var. Rétt eins og sagan af þessu fjalli hefur bent kynslóðum í átt að hjálpræðis áætlun Guðs, stendur hún sem áminning kærleika Guðs og hinna endalegu fórn sem Jesús var það bil að færa. En þegar Jesús horfði út yfir borgina sá hann hvorki þakklæti né skilning. Þess í stað sá hann fólk blindað af stolti og uppreisn. Musturinn sem krýndi fjallið í Móríalandi
Þak þess glóandi í kvöldsólinni var orðið staður græðgi fremur en bænar. Hinar daglegu fórnir sem fluttar voru þar höfðu mist merkingu sína í innantómum helgisíðum. Hinn sanni tilgangur þessara fórna að benda á Jesú hafði gleymst. Gátu þeir ekki séð? Gerðu þessir ekki grein fyrir því að hann var uppfylling alls sem þessar fórnir bentu til? Hvert altari á fjallinu í Móríalandi frá Abraham til Salomons bar boðskapinum endurlaust fyrir fórn. Samt héldu íbúar Jerúsalem fast við hefðir sínar á meðan þeir höfnuðu einmitt þeim sem þær táknuðu. Þessi höfnun særði Jesú djúpt. Það var ekki bara það að þeir misskildu, þeir voru að snúa hjörtum sínum frá Guði. Eins og foreldri sem kallar á að bjarga barni frá hættu hafði Jesús talað, grátbeðið og sýnt þeim kærleika himinsins. En þeir vildu ekki hlusta. Þrjóska þeirra lá á honum af miklum þunga og þrýsti á hjarta hans. Á þeirri stundu var sem sagan af fjallinu í Móríalandi hrópaði á þá. Staðurinn þar sem lífi Ísaks var þymt, stóð nú sem vitni að meiri sannleika. Það væri engin hrútur sem kæmi í stað Jesú. Hann var bæði sonurinn og lambið. Hann myndi bera viðinn til fórnarinnar, klífa aðra hæð og gefa líf sitt, ekki til að bjarga sjálfum sér, heldur til að bjarga öllu mannkininu. Þetta var hápunktur alls sem fjallið í Móríalandi táknaði. Frá altari Abrahams til musteris fórnanna vísaði allt til krossins. Samt eins og að hunsa síðustu pensilför meistarverks neitaði fólkið að sjá. Hjörtu þeirra voru hert, augun lokuð af stolti og hefðum. Sorg Jesú kom frá kærleika sem var dýpri en orð. Hann sá hvernig sagan hefði leitt til þessa augnabliks, en samt snýri fólki frá. Mikilvægi fjallsins í Móríalandi var ekki bara minning, það bar lifandi loforðum endurlausn. Nú þegar Jesús bjó sig undir að uppfylla þetta loforð, hékk spurning í loftinu: myndu þeir þekkja hann? Myndu þeir sjá lamb Guðs sem ber syndir heimsins? Mannfjöldin var enn upphrifinn af spennunni yfir sigurgöngunni og hrópaði Hósana, en þeir skildu það ekki. Fyrir Jesú var andstæðan skýr, öðrum megin hæð umönnunar og fyrirheita Guðs, hinum megin dalur höfnunar og dóms. Þegar sólin settist og varpaði giltri birtu yfir borgina, hvarf ekki sorgin úr augum Jesú. Hann sá handan hátíðarinnar að krossinum sem beið hans. Krossin myndi standa nálægt hæðinni þar sem hnífur Abrahams hafi verið stöðvaður. En að þessu sinni yrði engin afskipti engils. Lambinu yrði slátrað og heimurinn leystur frá synd. Frá því augnabliki sem Guð sagði Abraham að yfirgefa heimilu sitt og fara á sérstakan stað sem hann myndi sýna honum, varð Jerúsalem, borgin sem byggð var á Síónfjalli, mikilvægur hluti af áætlun hans. Þegar sólin reis upp og settist yfir hæðirnar, varð Jerúsalem miklu meira en blettur á kortinu. Það var tákn kærleika Guðs, tilgang hans og fyrirheit hans til heimsins. Biblían kallar Jerúsalem unun allra jarðarinnar. Þessi borg var ekki bara einhver annar staður, hún var valin af Guði og blessuð til að sýna djúpan kærleika hans til fólksins. Síón fjall, ein af hæðum þess, varð eins og staður þar sem himinn og jörð komu saman. Spámenn töluðu fegur þess, prestar þjónuðu í heilugum musteri þess og fólk ferðaðist langt að til að tilbiðja þar. Í meira en 1000 ár verndaði Guð Jerúsalem. Þetta var ekki bara borg, það var þar sem Guð valdi að búa meðal fólksins. Hið mikla musteri, byggt af Salómon konungi, var miðpunktur alls. Þetta musteri var ekki bara bygging, það var heilagur staður þar sem nærvera Guðs birtist í formi skýs fyrir ofan náðarstólinn. Einu sinni á ári gekk æðsti presturinn inn í hið allra helgasta, komi bænir fólksins og bað Guð fyrirgefningu. Ljúfur ilmur af reykelsi reis upp eins og tengsl milli fólks og Guðs sem bar bænir þeirra til himna. Á hverjum degi voru lömb færð sem fórnir af altari musterisins. Saklaust blóð þeirra minnti alla á alvarleika syndarinnar og vonina fyrirgefningu. Þessar fórnir voru ekki bara helgisiðir, þær bentu á Jesú, lamb Guðs, sem myndi einn daginn deyja fyrir syndir heimsins. Hvert blæðandi lamb og úthellt blóð var loforðum að frelsari kæmi
til að taka burt syndina af eilífu. Þessar daglegu fórnir sýndu hversu mikið Guð elskaði fólk sitt og áætlun hans því til björgunar. Jerúsalem var ekki bara mikilvæg vegna musterisins, hún var líka borg sendiboða Guðs, spámannanna. Þessi spámenn eins og Jesaja, Jeremía og Esekiel fluttu viðvörun, von og kærleika. Þeir myndu fólkið á blessanir sem Guð lofaði fyrir hlýðni og hættun á því að hverfa frá honum. Raddir þeirra ómuðu borgina og kölluðu fólkið aftur að ganga með Guði. Samkomulag Guðs við fólk sitt var skýrt. Ef þeir héldu trúmennsku myndi Jerúsalem áfram vera skínandi dæmi nærveru hans og kraft. Jerúsalem var líka staður þar sem himinn og jörð virðast tengd. Biblían talar dularfullan stiga sem teygir sig frá jörðu til himins með englum sem ferðast upp og niður á honum. Þessi stigi táknaði Jesú sem kom til að brúa bilið milli Guðs og mannkyns. Jerúsalem myndi fólk á að kærleikur Guðs náði niður til þeirra og að í gegnum Jesú gætu þeir náð til hans. Eins falleg og mikilvæg og Jerúsalem var framtíð hennar háð trúmennsku Guðs. Guð hafði gert það að heimili sínu, en hann vildi ekki vera þar sem nærveru hans var ekki óskað. Blessanirnar sem Guð veitti Jerúsalem voru háðar hlýðni fólksins. Ef þeir hefðu verið honum trúir, þá hefði Jerúsalem staðið áfram sem útvalin af Guði. Það hefði geta verið staður þar sem dýr Guðs gein skært og fólk af öllum þjóðum kæmi til að tilbiðja, en saga segir okkur að hlutirnir urðu ekki þannig. Borgin sem sá svo marga bænir og fórnir var líka staður uppreisnar og höfnunar. Saga Jerúsalem ótrúlegan kærleika Guðs og val mannkyns. Hún sýnir baráttuna á milli kalls Guðs af himninum og mótstöðu fólks á jörðu. Jafnvel þó að fólkið hafi oft snúið sér frá honum, dofnaði aldrei mikilvægi Jerúsalem. Í gegnum sögu þess getum við séð ótrúlega þolinmæði Guðs og djúpa löngun hans til að búa með fólki sínu. Sagan miskunn Guðs í garð Ísraels eins og foreldri sem byggir kærleiksríkt og hlýlegt heimili fyrir börn sín, fyllir það birtu, huggun og gleði, til að horfa á þau hlaupa út í storminn aftur og aftur. Samt yfirgefur foreldri þau ekki, stendur þess í stað í dyrunum, kallar þau tilbaka, rétti fram handleggina með kærleikstárum og brostið hjarta. Þetta myndin af því hvernig Guð kom fram við Ísrael, af takmarkalausri samúð þrátt fyrir þrjósku þeirra og höfnun. Frá upphafi voru gjörðir Guðs gagnvart Ísrael mettaðar af miskunn. Hann leysti þá úr Egyptalandi með sinni sterkri hendi, klauf Rauðahafið og leiddi þá eyðimörkina með skýi á daginn og eldi á nóttunni. Þegar þeir voru svangir gaf hann manna af himnum. Þegar þeir voru þyrstir rann vatn úr steini. Hann rak óvinni þeirra á brott og kom þau fyrir í landi sem flaut af mjólk og hunangi, frjósama hæð þar sem þeir gátu þrifist. Það var eins og hann væri garðyrkjumaður sem hlúði að dýrmætum vingarði sínum af alúð og gerði allt sem hægt var til að fá hana til að dafna, en vingarðurinn stóð gegn honum. Í stað þess að bera góðan ávöxt færði hann vilt vínber. Aftur og aftur sneri Ísrael sér frá Guði, eltist við skurgoð, faðmaði óréttlætið og gleymdi þeim sem hafði bjargað þeim. En Guð gaf þá ekki upp á bátinn. Drottinn miskunnsamur og líksamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur, hélt áfram að kalla þá til sín. Hann sendi spámann eftir spámann sem risu árla á fætur til að flytja boðskap hans viðvörun og kærleika. Jeremía, Jesaja, Hóseja, hver og einn var sendur með sömu bón. Snúðu aftur til mín. Komdu aftur til mín sem elskar þig. Að lokum, þegar spámönnum og sendiboðum tókst ekki að snúa hjörtum þeirra, gaf Guð þeim dýrmætustu gjöfin af öllum í syni sínum Jesú. Þetta var ekki bara sönnun á miskunn, þetta var miskunn í sinni hreinustu og fórnfúsustu mynd. Í 3 ár gekk Jesú meðal þeirra, læknaði sjúka, opnaði augu blindra og predikaði fagnaðarerindið ríkið. Hann sýndi hinum útskúfuðu góðvild, faðmaði börn og bauð þeim sem þreyttur að finna hvíld í sér. Komið til mín, allir þér sem erfiði hafið og þunga byrðar, og ég mun veita yður hvíld, sagði hann, en í stað þess að faðma hann að sér, fyrirleitið þeir hann. Þrátt fyrir kraftaverk hans og kenningar höfnuðu þeir kærleika hans.
Hjarta Jesú brast þeirra vegna. Hann þráði að safna þeim eins og hænan undir væng sér, en þeir vildu eigi. Jafnvel þegar hann stóð frammi fyrir krossinum, þreyttist hann ekki að biðja. Hann bað fyrirgefningu þeirra og sagði: Faðir, fyrirgef þeim, því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Það að Ísrael hafnaði Jesú var ekki bara höfnun kennara eða spámanns. Það var höfnun á lausnara þeirra, einu von þeirra. Það var eins og þeir hefðu snúið frá björgunarbáti í miðjum stormi og haldið sig við sökkvandi skip. Viðvaranir Jesú voru ekki fordæmingar orð, heldur örvæntingafullur kærleikur sem hvatti þá til að þiggja gjöf lífsins áður en það væri of seint. Miskunn Guðs í garð Ísraels endurspeglun miskunnar hans gagnvart okkur öllum. Þrátt fyrir mistök okkar og mótstöðu heldur hann áfram að kalla, biðja, elska. Rétt eins og hann gafst ekki upp á Ísrael, gefst hann ekki upp á neinum. Faðmur hans opinn, röddin kallar enn og hjarta hans þráir enn að börnin hans komi heim. Eftir því sem árin liðu urðu Ísraelsmenn öruggari í eigin sjálfsmynd sem útvalin þjóð Guðs. Þeir litu á sig sem ósnertanlega, verndaða af guðlegri hylli, sama hvaða val þeir tóku. Þeir kenndu lög Móse, framkvæmdu helgisiðina og byggðu upp miklar hefðir. Út á við virtust þeir heilagir, en innra með sér hafði hroki og uppreist skotið rótum. Hreinleiki trúar forfeðra þeirra hafði verið skipt út fyrir sjálfsréttlætingu sem blindaði þá fyrir eigin mistökum. Þá kom Jesús gangandi meðal þeirra í fullkomnum heilagleika og auðmýkt. Orð hans voru hvöss en samt blíð, opinberaði hræsni og benti fólkinu aftur á hjarta lögmáls Guðs, réttlæti, miskunn og kærleika. En sjálf nærvera hans var ógn, líf hans var áminning synd þeirra. Þeir gátu ekki hunsa hvernig hreinleiki hans afhjúpaði spillingu þeirra, og frekar en að iðrast kussu þeirra þagga niður í honum. Gyðingaleiðtogar fundu sérstaklega fyrir þunga orða hans. Þessir menn sem áttu að leiðbeina fólkinu í réttlæti hefðu breytt stöðu sinni í verkværi til valds og stjórnunar. Hjörtu þeirra hertust af stolti og hugur þeirra tæmdist af öfund. Fyrir þeim var Jesús ekki bara predikari, hann var vandamál. Mannfjöldin fylgdi honum og hékk á hverju orði hans. Sjúkir voru læknaðir, blindir fengu sýn og jafnvel dauðir risu upp. Þessi kraftaverk hefðu átt að vekja gleði, en í staðinn ýttu þau undir hatur leiðtogana. Þeir sáu áhrif sín hverfa og þeir kenndu Jesú vandræði sín. Ef við leifum honum að halda svo áfram, sögðu þeir sín á milli, munu allir trúa á hann og þá koma Rómverjar og taka bæði helgidómvorn og þjóð. Ótti þeirra byggðist ekki á raunveruleikanum, heldur stolti og sjálfsbjargarviðleitni. Þeir trúðu því að ef fólki sneri sér til Jesú, myndi brothættur friðurinn við Róm hrynja og þess vegna lögðu þeir á ráðin dauða hans. Kaífas æðstiprestur gaf hina kaldhæðnislegu yfirlýsingu: Yður betra að einn maður deyi fyrir líðin en að öll þjóðin tortímist. Með því að reyna að bjarga þjóðsinni fordæmdu þeir hana. Jesús vissi hvað var í vændum. Þegar hann horfði yfir Jerúsalem brast hjarta hans. Hann sá handan augnabliksins til hamfarana sem biðu borgarinnar. Jerúsalem, Jerúsalem, hrópaði hann, þú sem líflætur spámennina og grýtir þá sem sendir eru til þín. Hversu oft vildi ég safna börnum þínum eins og hænan safnar ungu sínum undir vængi sér og þér vildu eigi. Rödd hans skalf af sorg. Hann var kominn til að bjarga þeim, leiða þá til friðar, en þeir höfnuðu honum. Þrjóska þeirra var að innsigla örlög þeirra. Þessi höfnun Krists var ekki í fyrsta skipti sem Ísrael sneri frá Guði. Spámenn til forna eins og Jeremía og Míka höfðu vara við afleiðingum uppreisnar. Jeremía harmaði fráfalls fólksins, felldi tár þegar hann spáði fyrir eyðilegginguna sem myndi koma ef þeir sneru ekki aftur til Guðs. Orð Míka voru jafn áleitin: fyrir því skal Síón plægð verða að akri yðar vegna og Jerúsalem verða að rúst. Þessar viðvaranir voru ekki tilhæfulausar hótanir. Þær voru getnar af vinsamlegum kærleika og löngun til að bjarga fólkinu frá hörmungum. En fólkið hafði hunsað þessa spámenn eins og þeir hunsuðu Jesú. Í huga þeirra héldu þeir lögin. Þeir tíunduðu, héldu hvíldardaginn og færðu fórnir,
en þessar ytri aðgerðir duldu innri spillingu. Leiðtogarnir dæmdu fyrir mútur, prestarnir kenndu í hagnaðarskyni og fólki fylltist ofbeldi og svikum. Þeir byggðu Síón upp með blóði og breyttu borg Guðs í griðastað óréttlætis og kúgunar. Þeir höfðu snúið blessunum Guðs í forréttindi og trúðu því að svo lengi sem þeir fylgdu bókstaf laganna myndu þeir vera ósigrandi. En velþóknun Guðs snerist aldrei helgisiði eða stöðu, heldur samband. Og þegar því sambandi var ítrekað hafnað, urðu afleiðingarnar óumflýjanlegar. Með því að hafna Jesú, sjálfri holdgerfingu kærleika Guðs, höfnuðu þeir einu von sinni hjálpræði. Það var eins og þeir hefðu farið borð í skip án skipstjóra og án akkeris og rekið beint í storm. Eyðileggingin sem Jesús sá fyrir varð að veruleika. Árið 70 eftir Krist settist rómverski herinn Jerúsalem. Borgin sem eitt sinn hafði verið gleði allra jarðarinnar var staður ólýsanlegra þjáninga. Musterið, tákn nærveru Guðs, var rifið niður stein fyrir stein. Blóð flæddi göturnar og hungursneið herjaði að fólkinu. Þeir sem höfðu hrópað, komi blóð hans yfir oss og yfir börn vor, horfðust í augu við þunga orða sinna. Höfnun á Kristi hafði leitt þá til þessara stundar. Þetta dimmur kafli í sögunni, þar sem máttur Satans var leystur úr læðingi til hins ítrasta og fyllti borgina af glundróða, grimmd og örvæntingu. Valið að hafna Kristi og boðskap hans opnaði dyrnar fyrir óvinni sálna til að ná tökum á þeim og afleiðingarnar voru skelfilegar. Það hófst með hjörtun sem höfðu harðnað gegn frelsaranum. Fólki blindað af stolti og sjálfsréttlæti neitaði þeirri náð sem þeim var veitt fyrir milligöngu Jesú. Hann var kominn til að frelsa þau, til að leiða þau til friðar og sátta við Guð, en þegar þau völdu uppreist fram yfir iðrun, gáfu þau Satan lyklana af hjörtum sínum óaðvitandi. Neitun þeirra og hjálp Krists gerði þau varnarlaus og vondar hvatir þeirra tóku við. Þegar Satan náði völdum breiddist áhrif hans út eins og eldur í sinu. Tortregni og hatur heltók fólkið, vinir snerust á móti vinum, fjölskyldur voru sundraðar og leiðtogar sem hefðu átt að leiðbeina fólkinu urðu harðstjórar. Samfélagsgerðin rann upp þegar græðgi, öfund og reiði festu rætur. Borgin varð vígvöllur ekki bara gegn rómverska hernum, heldur innra með sér. Bróðir barðist gegn bróður og jafnvel foreldrar drápu sín eigin börn í örvæntingu og reiði. Ímyndaðu þér stíflu sem heldur aftur af miklu flóði. Árum saman þrýstir vatnið á hana en stíflan heldur fast því hún var byggð á traustum grunni. Ímyndaðu þér nú að sprungur myndist, litlar í fyrstu, síðan stækka þar til stíflan brestur. Flóðvatnið streymir inn og eyðileggur allt sem á vegi þess verður. Þetta það sem gerðist í Jerúsalem þegar fólkið hafnaði náð Guðs. Höfnun Krists braut stíflu guðlegrar verndar og eyðileggingamáttur Satans streymdi inn eins og linnulust flóð. Umsátur Rómverja Jerúsalem var grimmt, en meiri hryllingur lá innan borgarmúranna. Matarbirgðir kláruðust og hungursneið greip fólkið. Stjórn Satans var svo algjör að náttúrulegu kærleikur hvarf. Foreldrar hrifsuðu mat frá sveltandi börnum sínum. Nágrannar njósnuðu hver annan, tilbúnir að svíkja fyrir brauðspita. Göturnar urðu rauðar af blóði þegar morð og uppreisn urðu algeng. Enginn var öruggur. Ótti og vantraust réðu ríkjum. Þessi ringulreið var ekki bara afleiðing mannlegs veikleika, heldur skýr sönnun á valdi Satans yfir þeim sem hafna Guði. Satan vakti verstu ástríður í fólkinu og rak það út í blinda reiði og grimmd. Það var eins og borgin væri orðin að leikhúsi þar sem hið sanna eðli Satans var alls ráðandi. Þeir sem einu sinni höfðu sagt að þeir voru útvalin þjóð Guðs, endurspegluðu nú eðli óvinarins sem þeir höfðu tekið að sér. Jafnvel musterið, sem eitt sem var tákn nærveru Guðs, var vettvangur ólýsanlegrar sörgunar. Hinn heilagi helgidómur var vanhelgaður með ofbeldi og græðgi. Prestar sem einu sinni höfðu staðið sem meðalgöngumenn milli Guðs og manna, börðust og drápu hver annan innan helgrar veggja þess. Staðurinn sem hafði verið ætlaði til tilbeiðslu og bæna var það sláturhúsi. Þetta var hápunktur áætlunar Satans að breyta bústað Guðs í auðn.
Kannski sársauka fyllsti þátturinn í þessum harmleik að það var algjörlega hægt að koma í veg fyrir hann. Jesús hafði grátið yfir Jerúsalem, beðið fólki að þiggja náð hans og vara það við þeirri eyðileggingu sem kom. Rödd hans hafði verið hunsuð, kærleika hans hafnað, og í kröfu sinni að fara sínar eigin leiðir hafði fólkið valið eyðileggingu. Atburðirnir í umsátrinu opinberuðu sterkan sannleika orðskuðana 16:18. Dramsemi undanfari tortímingar og oflæti veit á fall. Gyðingar stoltir af afleið sinni, musteri sínu og sérstöðu sinni blinduðu skakvart örvæntingafullri þörf þeirra fyrir náð Guðs. Höfnun þeirra á Kristi, takmarkarleg stolt, gerði þá berskjaldaði fyrir árásum Satans. Þegar þeir neituðu að beygja sig fyrir friðarhöfðingjanum, hneigðu þeir sér í staðinn fyrir myrkrahöfðingjanum. Kaldhæðnin var algjör. Sama fólki sem hafði samþykkt falskan vitnisburð til að fordæma Jesú var nú sjálft fórnarlömb lyga og svika. Með því að biðja að hinn heilagi Ísraels yrði tekinn frá þeim, buðu þeir Satan að taka sæti hans, og Satan, sem alltaf fús til að tortíma, hikaði ekki við að bregðast við. Þjáningin og eyðileggingin sem fylgdi voru beinar afleiðingar þess að hafna þeim eina sem gat bjarga þeim. Eyðing Jerúsalem meira en sögulegur atburður, hún viðvörun. Það sýnir hvað gerist þegar Guðsóttanum skipt út fyrir ægivald syndarinnar. Hún opinberar dýpt mannlegar siðspillingar þegar guðleg náð víkur sér til hliðar og hún undirstrikar hið miskunnarlausa hatur sem Satan hefur á mannkininu. Löngun hans til að spilla og eyðileggja allt sem Guð elskar. Þetta baráttan hverja sál, baráttan milli ljós Guðs og myrkur Satans. Harmleikurinn í Jerúsalem áþreifanleg áminning hvað í húfi í þessum átökum og mikilvægi þess að velja Krist á meðan náð hans enn í boði. Í 40 ár eftir að Jesús spáði eyðingu í Jerúsalem hélt Guð aftur að dómi sínum. Þessir áratugir voru til vitnis þrá hans að enginn skyldi farast heldur að allir kæmust til leiðrunar. Það var eins og Guð sjálfur stæði við borgarhliðin í vonum að hjörtu snérust aftur til hans, en fólki var óbylgjant. Þrjóska þeirra óx og þeir héldu áfram að hafna sendiboðum Guðs. Þeir gengu enn lengra, ofsóttu þá sem báru nafn Jesú og neituðu jafnvel loka tilboðum miskunnar. Þessi uppreisn gegn Guði og fylgjendum hans flýtti aðeins fyrir dauða þeirra. Jafnvel fyrir umsátrið gáfu tákn og undur vísbendingu ógæfuna. Undarlegt ljós sveif yfir altarinn í musturinu á nóttunni eins og himinin sjálfur væri að senda loka viðvörun. Við sólsetur virtust hermenn og vagnar færast yfir skýin eins og óséður himneskur her væri að búa sig til bardaga. Prestar sögðu að þeir heyrðu dularfull hljóð og jörðin skalf undir fótum þeirra. Í myrkri næturinnar hrópuðu raddir: förum héðan. Stórfellt austurhlið musterisins, tryggt með þungum járnstöngum og djúpt inngreift í gegnheilum steini, opnaðist miðnætti óútskýranleg athöfn sem jók á tilfinninguna yfirvofandi dauðadóm. Þegar Rómverjar undir stjórn Sestíus umkringdu Jerúsalem greip ótti borgina, en í undarlegri og óvæntri atburðarás var umsátrinu aflétt og rómverski herinn hörfaði. Mörgum kann að hafa virst sem frelsunar kraftaverk, en fyrir kristna menn í Jerúsalem var það táknið sem Jesús hafði talað Hann hafði varað þá við: þegar þeir sjáið herfylkingar umkringja Jerúsalem, þá vitið að eyðing hennar í nánd. Þar sem þeir skildu þetta sem tækifæri sitt til að flýja, flúðu fylgjendur Krist til Pella í sveitinni. Forsjón Guðs hafði veitt leið út og ekki einn kristinn maður fórst í eyðileggingunni sem fylgdi. Fyrir þá sem eftir voru, jót aftur hvar Sestíus var aðeins stolt þeirra. Gyðingar, uppörvaðir af því sem þeir litu á sem sigur, fylgdu á eftir rómverskum hersveitum og skildu varnir borgarinnar eftir. Sigur þeirra var skammvinur, því þessi ögrun innsiglaði örlög þeirra. Róm myndi snúa aftur af meiri krafti og heift. Þegar Títus leiddi rómverska herinn aftur til Jerúsalem var borgin þegar að leysast upp innanfrá. Synjun fólksins á Guði hafði gert það berskjalda fyrir áhrifum Satans. Innbyrðis átök og svik herjuðu á íbúana. Jafnvel helgur forgarður musterisins varð vígvöllur.
Staðurinn sem átti að tákna nærveru Guðs var vanhelgaður með blóðsúthellingum og ofbeldi. Prestar voru drepnir við altarið og helgidómurinn sörgaðist af líkum hinna veiknu. Hungursneyð greip borgina með járnhnefa. Í örvæntingu sinni snerist fólkið hvert gegn öðru, foreldrar stálu mat frá börnum sínum, systkini börðust matarleifar. Þeir sem hættu sér út fyrir múrana í leit að plöntum eða rótum áttu að hættu að verða handteknir, pyntaðir eða drepnir. Inn í borginni voru hinn heilugu fjölskyldubönd rofin af hungri og ótta. Mæður drifnar út í brjálæði af hungri, gripu jafnvel sín eigin börn til matar. Þetta var hryllingur sem spáð var í ritningunni, uppfylling spádóms í 5. Mósebók. Mjúk líf og kveifarleg kona meðal þín mun óblíðu auga líta mannin í faðmi sínum, son sín og dóttur sína, þegar alla bjargir eru bannaðar. Hungursneyðin var svo mikil að náttúruleg væntumþykja hvarf og lægsta eðli mannkyns tók við. En fornu orð Jesaja hljómuðu sönn. Hvort fær kona gleymt brjóstbarni sínu, og þó að þær gætu gleymt, þá gleymi ég þér samt ekki. Miskunn Guðs hafði ekki brugðist, en fólkið hafði valið að ganga frá henni og nú uppskar það afleiðingar þess. Maður sem ekki hafði nafn sitt skráð í sögubækur gekk götur Jerúsalem í 7 ár og hrópaði: Vei, vei, Jerúsalem! Viðvörun hans, sem var hunsuð og höfða háði, var sem bergmál af spámönnunum til forna, sem fólkið hafði vísað á bug. Sagnfræðingurinn Milman segir í bók sinni Saga gyðinga frá þessari dularfullu persónu. Maðurinn sagði dag og nótt: Rödd úr austri, rödd úr vestri, rödd frá vindunum 4, rödd gegn Jerúsalem og gegn musturinu, rödd gegn brúðgumum og brúðum, rödd gegn heilli þjóð. Jafnvel eftir að hafa verið fangilsaður og hýttur, hélt hann áfram hamkvælum sínum og hrópaði: Vei, vei, Jerúsalem! Vei, vei, Jerúsalem! Þar til hann var loks drepinn í umsátrinu sem hann hafði spáð fyrir. Það sem átti sér stað innan veggjanna var hrikalegt. Hungur og sjúkdómar kröfðust þúsunda. Líkum hinna látnu var hrúað upp. Ólyktin fyllti loftið. Þeir sem lifðu af gerðu það með öllum nauðsynlegum ráðum, gripu jafnvel til mannáts. Þegar umsátur Rómverja herti tökin, urðu þjáningarnar í borginni óbærilegar. Títus, rómverski hershöfðinginn, reyndi að forða Jerúsalem frá algerri eyðileggingu. Hneykslaður yfir því að sjá hinna látnu hrannast upp í dölunum, bað hann leiðtoga gyðinga að gefast upp. En stolt og þrjóska innsigluðu örlög þeirra. Leiðtogarnir bölvuðu og hættu þessa tillögu. Uppreisn þeirra rak þá enn dýpra í glötun. Títus hafði upphaflega vonast til að hlífa musturinu, byggingu sem hafði gríðarlega fegurð og sögulega þýðingu, en ofbeldi fólksins að innan og óvægin framrás hermanna hans gerði eyðileggingu þess óumflýjanlega. Rómverskur hermaður sem beitti sér gegn fyrirmælum kastaði kyndli inn í musterið og kveikti eld sem eyddi því alfarið. Gullið af veggjum þess bránaði og rann niður í sprungur steina. Rómverjar, knúnir áfram af græðgi, rifu musterið í sundur stein fyrir stein til að ná í það og uppfylltu spádóm Jesú. Hér mun ekki eftir látin steinn yfir steini eigi sé niður brotin. Sjónin af brennandi musturinu var sem heimsendir. Gylltu topparnir glóuðu rauðir í logunum og setrusþakið sprakk og klofnaði þegar eldurinn geisaði. Hitinn var svo mikill að jafnvel rómverskir liðsforingjar voru neyddir til að hörfa. Fólk fylgdist með skelfingu þegar tákn trúar þeirra hrundi í ösku. Ikabat, hrópuðu þeir, dýrðin er horfin. Eftir að rykið settist, lá Jerúsalem í rúst. Yfir 1.000.000 gyðingar fórust í umsátrinu og ótal aðrir voru teknir til fanga, seldir í þrældóm eða dreifðir meðal þjóðana. Borgin sem hafði verið gleði allra jarðarinnar, bústaður Guðs, var nú hrúga af ösku og brotnum steinum. Harmleikurinn var gríðarlegur en ekki án viðvörunar. Langlindi Guðs hafði gefið þeim öll tækifæri til að snúa tilbaka, þiggja náð hans og forðast þessara eyðileggingu, en þeir neituðu. Jafnvel í þessu var lexía fyrir þá sem myndu gefa gaum. Kristnum mönnum sem þekktu viðvörun Jesú og flúðu í öruggt skjól var hlíft. Hlýðni þeirra og trú var vitnisburður miskunn og framsýni Guðs. Meðan Jerúsalem brann,
fundu þeir athvarf. Líf þeirra var varveitt með guðlegri íhlutun. Eyðing Jerúsalem var uppfylling spádóma og sorgleg áminning afleiðingar þess að hafna kalli Guðs. Þetta sama mynstur á sér stað í dag. Mannkynið eins og Jerúsalem upptekið af annasömu lífi, truflað af nautnahyggju, metnaði og þægindum. Fólk hæðist af viðvörun úr orði Guðs eins og það gerði á dögum Nóa eða á dögum Jesú, en samt umlykja okkur tímanna tákn, neyð meðal þjóða, undarlegir atburðir á himnum og andvarp heims undir þunga syndarinnar. Þessi merki ekki ætluð til að hræða, heldur til að vekja. Þau eru köllun Guðs til undirbúnings, til að fylgjast með og snúa sér til hans á meðan enn tími. Jafnvel nú sjáum við uppfyllingu táknanna sem lýst í Opinberunarbókinni 6 undir 7. innsiglinu. Og ég sá lampið lauk upp 7. innsiglinu og mikill landskjálfti varð og sólin var svört sem hærusekkur og allt tunglið var sem blóð. Og stjörnur himinsins hröpuðu niður á jörðina eins og þegar fíkjutré skekið af stormvindi fellur haustaldin sín. Þessir atburðir hafa endurrómað í gegnum söguna sem viðvörun til heimsins. Jarðskjálftinn í Lissabon 1755, áætlaður 8,5–9 að stærð, skók grundvöll Evrópu og víðar. Þessi mikli skjálfti sem staðsettur í Portúgal fannst á 4 milljón ferkilometra svæði og náði allt til Norður Afríku, Karíbahafsins og Grænlands. Aðeins í Lissabon fórust tugir þúsunda þegar byggingar hrundu og eldar eyddu því sem eftir var. Sjórinn hækkaði og flóðbylgjur gleyptu strandbæi. Það var eins og stunur jarðarinnar undan þunga syndarinnar, grimmur fyrirvari loka umrót sem í vændum. Árið 1780 gerðist óvenjulegur atburður yfir himni Norður Ameríku sem kallast myrkur dagur. Sólin var svört og kvöldi var tunglið eins og blóð. Frá Maine til New Jersey lýstu vitni myrkrinu sem ákafara en nokkru óveðurskýi. Nautgripir fóru aftur í hlöður sínar, fuglar þögnuðu og fólk kveikti á kertum miðjan dag. Þeir sem lásu biblíuna sáu tengslin með spádóma og fundu þunga þeirra viðvarana sem þar getið. Svo kom loftsteinadrífan mikla árið 1833. Í dögun 13. nóvember virtist himinin lýsast upp í ljósdrífu. Meira en 200.000 loftsteinar féllu á klukkustund og lýstu upp himinin yfir Norður Ameríku. Vitni lýstu því eins og stjörnurnar væru að falla af himni og endurrómuðu sýn Jóhannesar í Opinberunarbókinni. Þetta var sjón sem var til þess að áhorfendur nötruðu. Sumir féllu á kné og hrópuðu á miskunn, en aðrir undruðust kraft Guðs. Þessum táknum, líkt og viðvaranir fyrir fall Jerúsalem, ekki ætlað að vekja ótta, heldur afturhvarf. Þau eru áminning að sagan stefnir í átta endalegri niðurstöðu. Þau enduróma orð Jesú og kalla okkur til að vaka og vera viðbúin. Í Jerúsalem voru nokkrir sem hlýddu. Kristnir menn sem minntust orða Jesú hlúðu borgina þegar þeir sáu rómverska herinn nálgast. Þeir hikuðu ekki eða efuðust, þeir hlýddu og lífið þeirra var bjargað. Þessi hlýðni stendur sem vitnisburður fyrir okkur í dag. Jesús hefur gefið okkur tákn og hann hefur kallað okkur til að vakna. Rétt eins og kristnir menn í Jerúsalem hlýddu viðvöruninni og komust undan, þannig mun fólk Guðs einnig njóta verndar í loka átökunum. Endanleg eyðilegging heimsins mun enduróma fall Jerúsalem, ekki vegna þess að Guð hafi yndi af dómi, heldur vegna þess að synd hefur afleiðingar. Þegar mannkyni þráast við að hafna náð Guðs, kemur tími þar sem andi hans dreginn tilbaka. Á því augnabliki hið sanna eðli syndarinnar opinberað og fullt vægi eyðileggingar máttar Satans losnar á læðingi. Án verndar Guðs mun heimurinn lenda í glundroða. Þjáningar og blóðsúthellingar sögunar munu fölna í samanburði við það sem framundan er. Það mun koma tímabil þar sem illska mannkyns og reiði Satans mun ekki hafa nein bönd. Það verður tími sorgar og angistar eins og heimurinn hefur aldrei séð. Samt jafnvel í miðrið þessari viðvörun von. Endurkoma Jesú ekki aðeins augnablik dóms, heldur einnig augnablik frelsis. Hann mun koma til að safna trúföstum fylgjandi sínum, binda enda á þjáningar og koma á eilífu ríki sínu. Fyrir þá sem treysta á hann
er koma hans stund gleði og frelsunar.